Heiðar Parkettslípur Íslands. Þá ég mættur í Kópavogi og hérna ég með svona hefðbundið eikarparkett, þriggja stafa eik sem ég ætla að hvíta. Og þetta gólf sem að, örugglega 15-20 ára gamalt, hefur ekki fengið neina þjónustu og við ætlum að gera þetta svo nýtt. Ég ætla aðeins að sýna ykkur gólfið, svo ætla ég að sýna ykkur eftir hvernig þetta muni líta út eftir að ég er búinn að verða. Þetta gólfið, ég segi típist svona þriggja stafa eik, öðru hverju heimili á Íslandi. Orðið svolítið gult, þetta er gulna með tíman með þessi eldri lökk. Það gerist ekki með nýju lökkunum. Svo eru komna svona ýmsar rispur í þetta, svo sjáum við. Svo gengur og gerist. Það er hægt að viðhalda parketti, bara einhver að segja sko. Ef maður er búinn að slípa þetta upp, gera þetta eins og nýtt, þá er hægt að viðhalda þessu með því að koma svo bara aftur og framkvæma svo kallaða léttslípun. Þá verður þetta alveg solid næstu árin. Ég ætla að sýna ykkur eftir hvernig þetta lítur síðan út tilbúin að þessu. Þá ég búinn að hvíta. Þá ég búinn með þetta verkefni og ég ætla að sýna ykkur hvernig eikargólfið lítur út núna eftir að búið að hvíta og lakka þetta. Svona lítur gólfið út núna. Orðið allt annað, mun fallega. En ég ætla aðeins að segja ykkur frá því að þegar maður er búinn að hvíta svona gólf, þetta er eik, þá verður alltaf aðeins svona gulu tónn ennþá í því. Þó að sé komið svona grátt eins og sjáum hérna, þá kemur alltaf þessi guli aðeins í gegn sem er náttúrulega einkenni eikarinnar. Þannig þá má ekki halda að þetta verður bara alveg grátt og hvítt. Það er ekki svoleiðis, en þið sjáum náttúrulega hvernig gólfið er orðið miklu fallegra. Orðið allt annað yfirbragð á þessu. En bara svo til þess að hafa það alveg á hreinu. Eins og sjáum hérna, hér kemur, sjáum við vel í gegn hérna. Þessi kubbur, það er svolítið gulur. En mér finnst það bara allt í lagi. Mér finnst þetta bara miklu fallegra og kemur ótrúlega flott út. Og ég trúi ekki annað en að þið séu sammála á því. En þið sjáu hvað er orðið svona miklu meiri grár tónn í þessu öllu saman. Sjáu við hérna. Kom miklu meiri að gráum tóni í parkettið. Alls staðar. En þetta er sem sagt hvítað eikarparkett. Þetta er þriggja stafa eik, eins og ég sagði í upphafi. Þetta er algengast á heimilum Íslendinga. Og svona getur þetta litið út þegar maður er búinn að hvíta þetta. Og númer 2, þetta er mun ódýrara heldur en að rífa þetta af og kaupa sér nýtt. Mun ódýrara. Því að fólk gleymir því oft líka varðandi þegar verið að kaupa nýtt parkett, að það er ekki bara parkettið sjálft, það er undirlagið. Nú, svo er spurning hvort að viðkomandi ætlar að leggja það sjálfur eða þá fagmenni að leggja það. Og ef þú rífur parkettið af íbúðinni hjá þér, þá kostar hjá Sorpu að farga því. Þannig það getur verið ýmis kostnaður falinn í því að rífa af og setja nýtt. Þannig þetta er margfalt ódýrara. Og þið sjá líka hvað hægt er að gera með parkettslípun. Með parkettslípun, það gerir þetta eins og nýtt.